Ég get líka hort bara í monitorinn og séð það þeirra. Já, góðan daginn og velkomin í þáttinn að koma saman er bannað á IA TV. Örn Arnarsson heiti ég. Við erum að ríða á vaðið hérna með þessa nýju hugmynd. Allt og lítið að gera hjá okkur, þannig að þá þarf maður að finna sér eitthvað nýtt að gera og við ætlum að ríða á vaðið hérna í dag með fyrsta þáttinn og hérna til að byrja með ætlum við, ég og Hannibal Hauksson, að svona aðeins að bara ræða IA TV og kannski tilurð þess og svona stikla á stóru í því hvernig þetta allt saman varð til. Hannibal, velkomin í settið. Það ótrúlegt að sitja hérna við sem að kannski munum hvernig þetta byrjaði. Já, takk fyrir það. Já, það er bara hérna og sömuleiðis. Þetta er svolítið merkilegt. Það er svona, við höfum svona meira verið í að búa til að skrifa söguna en frekar að fara tilbaka í söguna eins og við kannski gerum frekar hérna í dag. Já. En það er tíminn til þess núna. Já, nákvæmlega. Við sátum hérna og vorum aðeins að rifja upp bara áðan að sko þetta í rauninni hefst, sko IA TV verður til hérna haustið 2016 sem, í þessari mynd sem við þekkjum það í dag og hérna, en fyrirrennarinn, þetta byrjaði í rauninni í kringum að við fórum að taka upp og senda út leiki frá körfuboltanum. Já, hérna, hvað erum við að tala 2014? Nei, ég myndi fara lengur tilbaka í rauninni. Þetta byrjaði kannski í kringum 2011-12 þegar við byrjum að taka upp leiki í raun og veru. Og þá hefur Kristinn Gauti með okkur bara með sína einu vél sko, sem hann tekur þetta upp og ég man það var alltaf mikið vesen að geyma þetta því leikirnir voru svo stórir. Já. Eitthvað sem að, er aðeins búið að breytast síðan þá. Svo náttúrulega förum við yfir það að fara að senda þetta út í live. Og það er náttúrulega eins og þú manst, það er þá bara einn iPad og fyrst með þessi engin mikrofón, sko. Já, og þegar við fórum að reyna að lýsa, þá voru ekki Björn Þór og Birkir Hrafn sem sátu bara við iPadinn og eins nálægt og þeir gátu og töluðu hátt, þannig að, og það er svolítið svona, og svo sitjum við hérna núna með 5 kamerur og ljós og fullt af tækjum og það er reyna alveg ótrúlegt, sko, síðan alltaf fengum við Heiðar Mar með okkur í þetta og eina sem hann þurfti var á þeim tíma bara, vildi fá bara kaffibolla og sem hann fekk oftast, ekki alltaf, en Og svo kom stundum pizza og kók líka. Já, nákvæmlega. Ég sko, líka kannski við förum aðeins í það, með iPadinu þetta, sendið út í þessari mynd sem við gerðum og eins og við ræddum áðan að náttúrulega fullt af þessu efni er í rauninni týnt sem var af svona fyrsta efninu, þá náttúrulega við byrjum á þessu svokallu Ustream ef ég maður rétt. Þess að vorum að senda þetta út og eitthvað æði nú til en samt ekki í okkar fórum sko, sem við getum kannski grafið upp. En svo náttúrulega erum við komin yfir það, ég man alltaf eftir því sko að því við ræðum það, við séum komin í þessa mynd sem við erum í dag til að stend þarna inn í búð í Reykjavík þegar þú hringir í mig og biður mig að fara hérna inn á tölvubúð að þegar ég stend þarna að vera að sækja tölvuna, fyrstu tölvuna sem IA TV eignast, að þetta er svo stórt skref í okkar sögu þegar við fengum þessa tölvu sko. Já. Og síðan sem þú segir, þá er Heiðar komin inn í þetta og sagði okkur hvað við þyrftum og hefur haldið því áfram og er náttúrulega stóðanstýttan í því? Já, við náttúrulega, sko, þessi hugmynd spratt, það var einmitt, kannski heilla spor einmitt að við fengum Heiðar Mar sem er náttúrulega kvikmyndagerðar maður og kannski ég hefur miklu meira að vita á þessu heldur en nokkuð tíma við, sem betur fer, að þá kviknar þessi hugmynd að býtu af hverju körfuboltafélagi bara að gera þetta, af hverju reynum við ekki að fá fleiri að borðinu og búa til eitthvað sem að gæti heitið einmitt IA TV sem varð síðan nafnið á þessu og við förum að kannski viðra þessa hugmynd við íþróttabandalagið. Akkurat. Og þessu var bara sem betur fer mjög vel tekið og þessi tölva sem þú varst að tala um að við varum að kaupa
þetta er ekki eitthvað sem við vorum að kaupa úr okkar vasa, heldur fengum við styrk frá Íþróttabandalaginu sem að, það er náttúrulega, ég myndi segja, töluvert framsýni bara af þeim sem að stóðu að Íþróttabandalaginu og enn þann dag í dag, sjá þeir í rauninni tækifærin sem að fylgir þessu og í rauninni hvað við erum að gera. Þú sagðir áðan, við erum að skrásetja söguna og ég var að kíkti á það bara rétt áðan að nú erum við búinir að síðan haustið 2016 þegar að tölvan er keypt og við fáum hennar fyrsta búna að þá erum við búin að senda út 183 opinberar beinar útsendingar á YouTube sem er nánast sko 2 í viku að meðaltali sko. Þú sér það ef mann rétt þá er það í janúar 2019 á Íþróttamaður Akraness sem var 100. útsendingin og það er komin 86 bara síðan þá og nota bene og körfuboltinn er búin að liggja niðri í raun og veru síðan fyrir ári síðan, góða ári síðan. En við byrjuðum, þetta náttúrulega var sko fyrstu útsendingarnar náttúrulega voru, byrjuðum að sína frá körfuboltanum. Körfuboltinn var að spila á Íþróttahúsinu Vesturgötu sem hentar mjög vel fyrir það. En ég man það að strax og við vorum komnir á stað, þá var mjög einbeittur vilji hjá okkur að senda út kvennaknattspyrnuna. Sem að var þá og er enn í næstefstu deild og við vissum allir tíma að það var ekkert vandamál að senda það út. Karlafótboltinn hefur verið svona upp og niður en ég man að það var mjög mikið motto hjá okkur að koma kvennaboltanum inn í dagskrá hjá okkur. Þannig að fyrst sinn var þetta körfuboltinn, kvennaboltinn. Síðan er náttúrulega bara búið að vinda upp á sig hellingur síðan. Já, heldur betur. Ég man eftir stórri útsendingu frá golfinu sem var mjög flottur dagur í var þetta ekki Íslandsmóti? Nei, þetta var meistaramóti, lokadagurinn þar. Við erum búin að gera það 2 svarsko. Já, mitt. Þannig að, og þú veist, þetta er bara vaxið og svo náttúrulega eftirminnilegast kannski og það sem hefur verið kannski best kynnta útsendingin hjá okkur var náttúrulega ekki einu sinni íþróttatengt, sko. Það var þegar strompurinn féll, fekk alveg gríðarlega athygli, sko. Já, verðugt markmið hjá IATV er að reyna að bæta áhorfstölunar í hinum að slá þetta með. Já, það er mjög hátt. Það er mjög hátt vjú á því sem það segir, sko. Það verður að segjast eins og og það er kannski ef við ætlum að toppa þetta þá ég hef nú svo sem sagt það í gríni að þá þyrftum við kannski bara að agitera fyrir því að fleiri byggingar verði rifnar á Akranesi. Ég veit ekki hvort það þarf til. Nei. En já, þetta er búið að vera mögnuð saga, þú veist, en ef ég bara fæ þig til þess að svona af þessum tæpu 4 árum sem eru liðin frá því að við fórum í loftið fyrst, hvað myndirðu þú veist, ef ég myndi biðja að nefna eitthvað 1, 2, 3 atriði sem að stendur upp úr hjá þér, hvort sem það eru útsendingar eða hvort það er eitthvað annað sem að gerist bak við tjöldin. Sko, númer 1 þá er það þessi, eins og ég sagði áðan, þessi tilfinning þegar ég sótti töluna, hún er mjög sterk, sko. Og svo líka svona fyrir þá sem að fylgjast með körfuboltanum og þekkja þessi svokölluðu þegar dómararnir taka þessar vídeóákvarðanir. Það er eitt atvik sem að gerast á Vesturgötunni þegar gott við vorum ekki að lýsa þessum leik saman. Þegar dómararnir kom upp til okkar sko var þetta ekki hreinlega í annar deild? Jú. Ég held að það sé örugglega eina skipti sem að vídeódómgæsla hefur notið í annar deild í körfubolta. Það er mjög minnistætt. Og svo líka náttúrulega bara, þú veist, þegar við byrjuðum að senda út frá fótboltanum, þegar þetta var komið úr því að vera í rauninni bara körfubolta útsendinga þegar, þú veist, svona fyrsta vaxtarskrefið hjá IATV. Ég myndi segja að það var það næsta þar á eftir, sko. Já. En það er líka, þú veist, það er svo rosalega mörg tækifæri fyrir okkur. Við erum náttúrulega það heppnir að tengjast í sem er náttúrulega gríðarlega stórt bandalag með, sko, held ég 18-19 aðildafélög sem er náttúrulega efnið sem er í boði þar er gríðarlega mikið. Og maður sér þetta svolítið eins og bara ef maður er að horfa á bara Íþróttamann Akraness. Það sem verið að lesa upp afrekin hjá þessum sem eru tilnefndir. Það sem þau hafa afrekað á einu ári. Ég tel mér nú fylgjast ágætlega með íþróttum en það er alltaf fullt af atriðum sem ég fór fram hjá mér. Og þetta eru bara þessi 10 efstu, svo er allir hinir og margir kannski mjög nálægt í að vera þessum 10 efstu hóp. Já. Og allt er þetta fólk að leggja gríðarlega mikið á sig og ég sé, þú veist, það er rauninni bara time is the limit fyrir okkur, bara hvað nennum við að senda mikið út. Já. Hvað getum við sendt mikið út, því að efnið sem við getum tekið á það er lagt á borð fyrir okkur hverjum degi alveg endalaust. Já, og það er, þú nefndir að þú veist, hvað við viljum og hvað við getum. Við náttúrulega, þegar við byrjum þá erum við kannski 3, 4
En sem betur fyrir erum við búin að ná að kannski aðeins að fá stærri hóp sjálfboðaliða og það er kannski ágætt að halda því til haga. Við erum allir sjálfboðaliðar í þessu og það er náttúrulega og menn við mismunandi aðstæður og geta komist í mismörg verkefni og allt það. En sem betur fyrir erum við búin að ná að stækka þennan hóp sem að telur orðið kannski 14 manns sem við getum leitað til en stundum er það ekki einu sinni nóg þannig að þetta er náttúrulega við erum svolítið bundnir af bara hvað við getum sýnt mikið við gætum eins og segir verkefnin eru endalaus og möguleikarnir sko. Já, algjörlega við erum kannski líka svona pínu svolítið spegilmynd bara af íþróttastarfinu sem er náttúrulega byggist upp á þessum sjálfboðaliðum og það er bara gömul sagan í því að það er náttúrulega sjálfboðaliði ná undir högg að sækja sko. Þannig að en allir sem koma að þessu hafa bara óbáslegan áhuga á þessu og finnst þetta óbáslega gaman. Hvort sem það eru við sem erum eitthvað að fronta með að lýsa einhverju eða þeir sem eru á baku tölvurnar eða myndavélarnar sem er náttúrulega að vinna ótrúlega vinnu. Og það er nefnilega ekki það sama að taka sko vídeo og taka íþróttavídeó. Nei. Þú veist svolítið að þú þarft að ná mómentinu því íþróttir snúast náttúrulega bara þessi augnablík og það sem gerist akkurat þá og það er einmitt að vera með myndavélina á því og tæknimennir að vera með það myndbrot í sýningu og svo framvegis. Ég meina, tölum við áðan, byrjuðum með einum iPad, nú erum við að skipta milli myndavéla, skilur, þannig að þetta er bara búið að vaxa í gríðarlega jákvæða átt. Já, og ég held að við bara verðum að kannski að ítreka í rauninni þakkir og hrós til íþróttabandalagsins, bæði stjórnar og þeirra sem hafa verið í stjórn frá því að þetta fór á stað, formenn, framkvæmdastjóri og stuðningun sem við höfum fundið og séðan náttúrulega má ekki gleyma því líka Akraneskaupstaður hefur líka lagt okkur lið. Án þess væri við ennþá bara með einn iPad og sennilega löngu hættir. Sko. Þannig að ég held að bara megi ekki rósa þessu og þakka þessu fólki jafn nógu mikið fyrir. Og það má kannski geta þess að Marela Steinsdóttir formaður í að verður gestur okkar á eftir. Akkurat. Það sem er mjög viðeigandi í fyrsta þættinum finnst mér af þessum samkomubanns þætti okkar. Sko. Já. Ég minnist þess ekki að það var lent í því til þess að nú höfum mikið af okkar svona óskum farið gegnum Hildikarinn. Ég man ekki eftir að tekið illa í neitt. Nei. Eins og ég segi, okkur hefur mætt bara stuðningur og hvatning og fólk óspart líka að rósa okkur og það er náttúrulega það sem að kannski keyrir okkur áfram og það er hvort sem að það er fólk í íþróttafélögunum eða fólk sem er bara einfaldlega að horfa og nýta sér þessa þjónustu hvar sem er í heiminum. Að það er það sem að keyrir okkur kannski áfram, allavega ef ég tala fyrir mig að það er það sem að keyrir mig áfram að bara þessi jákvæðni og þetta er svo gefandi að bara vera partur af þessu. Já, og kannski eitt svona lokum líka því að það er kannski að því að við erum komin í þessa útgáfu af efni að þegar við erum kannski meira með þessu útvarpsandlit þannig að við erum betri kannski að lýsa leikjum heldur en að kannski vera eitthvað í fronti sko. En við þurfum að bara taka okkur saman og gera okkur fína. Já, nákvæmlega. Látum þetta kannski duga af okkur í þessu ég vona að þetta hafi ekki hljómað allt saman sjálfum glatt en við ætlum að fá að heyra smá tónlist á meðan að Marela Steinsdóttir formaður IA kemur sér fyrir í settinu hjá okkur. Hann dansar vindurinn, lífið leikur sér. Það fýkur lítið blóm. Með krónu móti sól og mold í hjartanu er rifið upp með ró. Night.
andlit móti sól og slátt í hjartanu við skugginn verður blóð. Það allt í himnalagi, eilífðin til. 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 Já, þetta voru færi tónar. Við þökkum Bjarna Rúnari Jónssoni kærlega fyrir að koma hérna með stuttum fyrir þar og leyfa okkur að njóta söngs og gítarspils. Marela Steinsdóttir mætti í settið hjá og það að koma saman bannað. Já. En við gerum það samt. Við gerum það samt. Hvað segirðu? Með samt góðum árangri. Við erum hérna, pössum okkur vel upp á að vera 2 metra millibilið og það allir. Ég verði samt að spyrja þig, hvernig finnst þér nafnið valið á nafni hjá okkur svona? Sko, ég skil það því að þetta skírskotun í gildi ÍA og þetta bara mjög skemmtilega leið til að heiðra aðeins samstarfið okkar. Já. Sem þú komst aðeins inn á áðan, sem búið að vera mjög farsælt. Mjög svo. Og við erum bara mjög stolt að ykkar starfi og okkar samstarfi og styðjum á bak við ykkur alveg 100%. Já. Sko, ég oft velti fyrir mér svo við bara að IA, þegar margir heyra nafnið IA þá hugsa menn knattspyrnufélagið. En að sjálfsögðu IA svo miklu meira en það. Geturðu bara farið aðeins yfir hvernig íþróttabandalag Akraness í raun uppbyggt? Já, þetta náttúrulega gríðarlega stórt og mikið batteri. IA samanstendur af 19 aðildarfélögum. Sem að heyra undir aðalstjórn IA sem eru þá formenn allra íþróttafélagana og svo framkvæmdastjórnin þar sem ég formaður og við höfum framkvæmdastjóra og sjáum svona daglega rekstur íþróttabandalagsins og bandalagið sér alla milligöngur við ISI og núna UMFI þar sem við erum orðin aðilar líka. Og bara lög og reglur og passar að allt fari eftir því sem að ISI setur. Akkurat. Og að því að við erum bandalag þá erum við ekki að stúsast í daglegum rekstri félagana þannig sko. Við sjáum ekki fjármál félagana, komum ekki að því sem þau eru að gera þannig en við leggjum náttúrulega reglur og lög og til þess að vera aðildarfélag og IA þarf að fara eftir lögum og reglum IA og ISI. Hvort myndirðu segja að íþróttabandalagi væri meira svona að veita félögum aðhald eða stuðning? Kannski blanda báðu? Já, ég myndi segja blanda báðu. Við erum alveg til staðar í allt sem þarf og við komum að eineltismálum í félögunum og við komum að bara öllum vandamálum stórum og smáum hjálpum við að sjálfsögðu og Hildur Karen fer þar, framkvæmdastjórinn okkar, bara alveg ótrúlega flott þar í öllu því starfi. Og svo erum við aðalega líka í samskiptum við Akraneskaupstað sem náttúrulega okkar mesti fyrir hönd félagana þá sem hreyfingar. Já, og bara varðandi uppbyggingu og fjármagn og bara hvernig að því að þetta svo gríðarlega stór batteri og mikill partur af Akranesi, sem að IA Já. Það þarf alltaf að vinna vel saman. Já, það náttúrulega sjálfsagt hvað maður að segja, það er fátt sem skilgreinir kannski Akraneskaupstað
meira heldur en einmitt þetta íþróttafélag. Maður segja, sérstaklega eftir að sementi fólk. Sko. Myndir ekki segja það að IA í rauninni svona þetta IA og Akranes, þetta svolítið... Jú, við erum náttúrulega bara í sama liði, við erum öll gul og IA hjartað slær hérna bara mjög afgerandi í bæjarfélaginu og það allir mjög stoltir þegar eitthvað gott gerist í íþróttalífinu hérna og Akranes kaupstaður notar slagorðið íþróttabærinn Akranes bara í sínu daglega starfi. Og það náttúrulega gegnir í íþróttabandalagið og allir þar undir gríðarlega stóru hlutverki. Hefurðu einhverja hugmynd hversu margir iðkendur eru hjá íþróttafélögum innan íþróttabandalag? Já, þetta er gríðarlega stór hópur og oft erfitt að telja það því að sömu kennitölunar eru að koma upp kannski 2-3 félögum. Þannig að þetta hleypur á þúsundum og við tókum einu sinni saman ef við tækjum iðkendur og aðstandendur og alla sem að einum iðkanda koma, þá þetta 90% bæjarfélagsins sem að kemur að íþróttastarfi á einhvern hátt. Þannig að þetta virkilega stór partur af bara okkar daglega lífi. Já. En nú náttúrulega eins og annars staðar á Íslandi, náttúrulega það skrítið ástand og íþróttalífið hefur fengið aldeilis að finna fyrir því þar sem í þessu samkomubanni það má ekki halda íþróttaæfingar og annað. En íþróttabandalagið til dæmis, þið í einhverju vinnu með almannavörnum eða eitthvað, komið þið eitthvað að því á einhvern hátt? Ekki beint við, nei, en ISI náttúrulega fyrir okkar hönd. Við erum náttúrulega aðildafélag að ISI, þannig að við okkur setta reglur þar sem við förum svo eftir og við svo áframsendum á okkar aðildafélag. Já, þannig þið svona milliliður kannski? Já, við erum milliliður þar, en eins og í gær var stórfundur með ISI og almannavörnum og við vorum partur af þeim fundi bara í gegnum Teams. Og við erum alveg höfð, aðildafélögin og sérsamböndin eru höfð með í ráðum og reynt að koma að þeim okkar skoðunum og okkar spurningum. Eins og í gær voru mjög margar góðar og gildar spurningar sem voru svarað og á þessum fundi og teknar til dæmis með höllina. Hún skilgreind sem yfirbyggt útisvæði, hún gilda aðra reglur með hana heldur en til dæmis íþróttahúsið. Þannig að það ýmislegt sem þarf að skoða og þetta mjög flókið mál. Já, nákvæmlega. En svo hefur í tengslum við þetta ástand hefur kannski verið mjög mikið rætt kannski fjárhagslegt högg og þá sérstaklega talað knattspyrnufélögin sem eru náttúrulega kannski með meiri launakostnað heldur en margar aðrar íþróttagreinar fyrir utan kannski körfuboltan sem kannski ekki alveg upp á teningu hér. En hefurðu sans fyrir því hvort að þetta ástand hefur einhver svona neikvæð fjárhagsleg áhrif á þá hin íþróttafélögin hérna á Akranesi? Já, sko við erum nú þannig gerð hér að við bara látum hlutina ganga upp. Og félögin okkar eru mjög misvelstæð fjárhagslega, þannig að þetta meira högg fyrir sum en önnur. Margir hafa nýtt sér ríkisleiðina að geta sett starfsfólki sitt í minna starfshlutfall og fengið frá ríkinu í staðinn. Svo að koma líka bara áhyggjur, kannski ekki fjárhagslegar heldur bara brottfall sem að gæti orðið af iðkendum. Það mjög stórt mál í þessu. Og eru þið kannski byrjuðu eða á leiðinni í einhverja vinnu til þess að reyna að sportna gegn því á einhvern hátt? Já, algjörlega og það eru öll aðildafélögin meðvituð það þarf að fara mjög, bara taka á því að það gæti orðið mjög stórt vandamál og það eru viðkvæmir hópar í öllum félögum sem að þarf að hugsa og þau hafa öll verið duglega að senda heimaæfingarnar heim og það hefur verið mjög duglegir að taka æfingar bara með fjölskyldunni eða út að hlaupa eða hvernig sem það er og þjálfararnir hafa verið í vinnu við að halda utan þessar æfingar. En líka að bara hringja í foreldrana og fá leyfi til að tala við iðkendunar sem eru kannski í brothættri stöðu og haft áhyggjur af og þannig reyna að sporna við því að þessir iðkendur detti úr starfinu. Já, það gott að heyra en kannski við einsettum okkur að reyna að tala eins lítið þetta ástand eins og við mögulega getum. Kannski förum bara aðeins, reynum að gleyma því í augnablik. Að þá virðist vera eins og að IA hafi reynt aðeins að víkka út, starfsemi sína meira að reyna að ná til
allra bæjarbúa, ekki bara iðkenda íþróttagreina í sambandi við lýðheilsu og annað. Getur eitthvað aðeins kannski farið yfir hvað að vinna það er í gangi? Já, við höfum sett lýðheilsu mjög ofarlega á okkar stefnu skrár og Hildur Karen fer þar mjög mikið. Hún er mjög lýðheilsu svona sinnuð og hefur mikla reynslu á því sviði og við höfum verið í samstarfi við Akraneskaupstað og í rekstrarsamningnum okkar við Akraneskaupstað kemur fram að við höfum að sinna ýmsum lýðheilsuverkefnum sem við höfum gert, kvennahlaupið, Jónsmessugöngur og alls konar sem við skipuleggjum og höldum utan algjörlega. Svo höfum við verið í starfshópum með heilsueflandi samfélag með Akraneskaupstað þar sem Hildur Karen er okkar fulltrúi þar inn. Og svo erum við núna orðin aðildar að UMFI sem er bara mjög stórt skref í þessu lýðheilsu starfi og mögulega einhvern tímann verður kannski haldið landsmót á Akranesi. Já. Það verður nú gaman. En eins og í tengslum við þessa svona hugmyndafræði, eru þið að koma, þú veist, ykkar sjónarmiðum á framfæri við framkvæmdir við útisvæði á Akranesi í kringum langasandgönguleiðir og annað slíkt? Við erum stundum kölluð að borðinu og erum alltaf tilbúin og reiðubúin í að miðla allra okkar reynslu og þekkingu þar. En við myndum gjarnan vilja vera meira inn í því, algjörlega, en já, við erum alveg með tærnar þar oft í samstarfi við Akraneskaupstað. Já, ég meina, kannski væri bara rétt að hvetja Akraneskaupstaðið til þess að nýta sér þann mannauð sem býr í íþróttahreyfingunni, alveg klárlega myndi ég gera það. En talandi náttúrulega það sem framkvæmdir, að það er nú búið að vera töluvert af framkvæmdum og endurbótum jafnvel við íþróttamannvirki á Akranesi. Nú er fimmlingahús í hægri en öruggri byggingu og fleira, en það er fleira sem er framundan, ekki rétt? Jú, fimmleikahús var alltaf mjög stórt skref og bara rosalega mikil ánægja með það og vonandi verður það komið í gagnið bara mjög fljótlega. Það er reiðskemma sem er í pípunum núna upp á hjá Dreyra og svo náttúrulega uppbygging á jaðarspökkum. Já. Það er náttúrulega virkilega stórt. Er einhverjar skýrar hugmyndir komnar? Já, það er náttúrulega komnar teikningar, ekki alveg 100% en jú, bara rosa flottar og Hvað erum við að tala um það? Erum við að tala um innisundlaug eða hvað? Já, það vonandi, það er svona ennþá verið að reyna að finna bestu leiðina en já, samkvæmt þeim upplýsingum sem ég hef fengið þá er bara heildar uppbygging á jaðarspökkum og það er bara nýtt íþróttahús sem tengir inn í höllina og tengir inn í sundlaug og sameiginlegt rými, ekki svona margir inngangar eins og eru núna, það er að koma inn á svæðið á svo mörgum mismunandi stöðum, það er bara einn aðalingangur, eitt hjarta sem myndi svo dreifast þar innan og já, bara mjög margt spennandi í gangi þar og vonandi síðast ég vissi þá var hann bæjarstjórinn okkar dásamlegi að reyna að flýta þeim framkvæmdum og vonandi hefjast þær bara næsta ári ef allt gengur upp. Þetta er mjög spennandi. Þú veist, þessi mannvirki og þessar framkvæmdir sem eins og við erum að tala um, það var golfskálinn og það er fimmlingahúsið og náttúrulega höllin fyrir náttúrulega nokkuð löngu síðan núna, en hversu mikla þýðingu hafa svona framkvæmdir bara bæði fyrir íþróttalífið en líka bara bæjarfélagið, myndirðu segja? Gríðarleg bara þvílík bylting fyrir bæjarfélagið held ég í heild af því að þarna koma inn bara aðstæður sem að bjóða upp á miklu betri aðgengi að íþróttum fyrir almenning. Aftur í lýðheilsuna sem vorum að tala um áðan, það hefur náttúrulega bara margsannað sig að íþróttastarf, hvort sem það er skipulagt eða ekki, hefur mjög mikið að segja bara í forvörnum og heilsu almennings. Þannig að við teljum okkur þetta bara spila mjög háan sess í bara lýðheilsu almennt, hvort sem að það tengist svo inn í íþróttafélögin og náttúrulega hjálpar okkar starfi en líka almenningi að nýta þessa frábæra aðstöðu í sitt daglega líf. Já, og þetta er náttúrulega líka kannski, þú veist, þeim mun fjölbreyttari sem starfsemin og þeim mun fleiri íþróttafélög sem hafa góða aðstöðu til að bjóða sínum iðkendum þá
fjölgar væntanlega börnunum sem íþróttahreyfingin nær til. Algjörlega, og fullorðnum líka. Við erum með fullt af félögum sem að bjóða upp á starf fyrir fullorðna. Já. Og sér bara Keilufélagi, þar elsti iðkandinn 80 eitthvað ára. Já. Og sama með golfklúbbinn, bara þetta spannar bara heila ævi. Og bara ótrúlega gott að hafa gott samband og hjá Akraneskaupstað og í að geta byggt upp í sameiningu samfélag sem að býður upp á aðstæður til að iðka íþróttir alveg saman þóttu sért 6 mánaða í ungbarnasundi eða 80 eitthvað ára á golfvellinum. Já, akkurat. En hérna, áður en að við ljúkum þessu, já, þegar ég nú komið með því hérna, þá þeir sem að þekkja til þín vita náttúrulega úr hvaða fjölskyldu þú kemur, en hérna, ég veit að fjölskylda þín hefur verið mjög svona yngvinkluð og ekki síst inn í knattspyrnuhreyfinguna á Akranesi. Getur aðeins tekið okkur með inn í það ástand og þá fjölskyldu sem að þú elst upp við? Daglegt líf á Reyningurinn 34, það snýrst náttúrulega bara fótbolta og golf. Bróðir minn náttúrulega golfari. Já. Og við erum 5 systkinin, 4 stelpur og 1 strákur og hann fer í golfið og við stelpunar allar í fótboltan. Já. Og mamma og pappi náttúrulega ól okkur upp bara, við vorum náttúrulega bara alin upp á fótboltavellinum. Pappi þjálfari og framkvæmdastjóri knattspyrnufélagsins líka tímabil. Mamma vann á Jaspökkum í íþróttamanneskjánum þar og við vorum þarna öllum stundum og ég myndi telja pappa minn og reynda mömmu líka sem bara frumkvöðla í kvennaknattspyrnu á Íslandi, algjörlega, bara ótrúlegt starf sem þau hafa bæði unnið. Pappi náttúrulega sá strax að það var ekkert mikill munur á kynjónum þegar kom að íþróttum. Nei. Stelpur lögðu bara meira á sig ef eitthvað var og hann hefur alveg látið hafa það eftir sér að hann myndi alltaf velja kvenfólk fram yfir karlmenn ef hann ætti að ráða einhverja manneski í eitthvað verk sem ætti að klára hratt og örugglega. Kannski vegna þess að hann ólst upp, elur okkur upp 4 systurnar, sér hann að við erum ekkert mikið öðruvísi og leggjum alveg jafn hart á okkur ef ekki meira. Og ég alin upp við bara fótbolta, bæði horfa á fótbolta í sjónvarpinu, horfa á fótbolta á vellinum, tala fótbolta við matarborðið og það voru heimalingar á heimilinu mínu mest alveg kalla þegar Birkir Kristins var og Óli Gottskáld, þeir bjuggu heima hjá mér þegar ég var barn og mamma og pabbi voru með fólk í mat alltaf. Já, þessi nöfn sem þú nefnir, það eitt sem að ég hegg eftir að þetta eru markmenn. Já. Hefur það eitthvað með það að gera að þú varst markmaður, Dótó var markmaður, hvað með hina? Afi Helgi var markmaður. Akkurat. Þetta ættgengt? Já, ég held að, ég veit ekki, kannski erum við bara pínu skrítin og Marja systurdóttir mín markmaður líka. Akkurat. Þannig að þetta einhvern veginn bara í genunum held ég. En kannski líka bara uppeldið. Já. Það aldrei að vita nema að það spili allt inn í. Þetta er skemmtilegt spjall. Takk kærlega fyrir að koma, Marela. Já. Og gangi ykkur vel í ykkar störfum bara hérðan af sem hingað til. Takk sömuleiðis. En þá ætlum við að fara að slá botnin í þetta. Örn Arnarsson, ég þakka Marelu fyrir að koma, þakka Hannibal fyrir samveruna hérna áðan. Bjarni Rúnar Jónsson ætlar að ljúka þessum þætti og þangað til næst. Það er ekki staðfest hvenær en við munum koma aftur með annan þátt af að koma saman í bannað. Takk fyrir að horfa. Ég hef að þínit leitað að sér, leitað og spurt, sértu þar eða hér. Því ég trúði að til værir þú, trúði og ég á þig nú.
þig og fann að hjá mér tókstu völd. Því á þér ég hvíld finn og frið, ferð mín bundin þig við. Loksins ég fann þig, líka þú sást mig, ljóminn úr brúnu augunu skein. Haltu mér fast í hjarta þér, veistu að hjá mér aðeins þú ein. Loksins ég fann þig, líka þú sást mig, ljóminn úr brúnu augunu skein. Haltu mér fast í hjarta þér, veistu að hjá mér aðeins þú